töldu sig geta sýnt fram á eitthvað annað en þetta viðtekna sjónarmið sem Al Gore var að boða. Þeir fengu bara ekki styrki, fengu ekki frama og það var ekki skynsamlegt fyrir ungan vísindamann að fara að vinna slíkur rannsóknum. Samkvæmt Parísarsáttmálanum þá okkar ekki ætlað að draga saman meir en 29% en þarna ætla að gera 55% sko. Þannig verið að gullhúða nú aftur. Heldur betur með miklum tilkostnaði og ég held að þetta sé bara, ég held að stöðningur almennings við þetta sé ekki fyrir hendi. Ég meina, þetta ekki það sem fólki vill. Nema einhver lítill hópur, mjög skelfingulostinn hópur sem heldur að það sé rétt. Hvað þarf að gera? Framöndan séu fárviðri einhver, golfströmminu séu að stöðvast eitthvað slíkt, en hann bara ekkert að stöðvast. Og það furðulegt að fólk sem starfar hjá Veðurstofunni að segja að golfströmminu séu líklega að stöðvast, þegar rannsóknir og gögn splunkunýjar sína bara svo ekki. Já, við sáum það. Eina sem maður segja að ykkur líkun sína það geti gerst. Það segir, já, getur ekki bara sett hvað sem inn í þessi líkun. Þetta ekki vísindi. Þetta bara einhvers konar áróður til þess að viðhalda styrkjum, til þess að halda áfram þessu starfi. Ég held að þetta sé orðið algjörlega fara að nærast á sjálfu sér. Frosti Sigurjónsson, vertu velkomin. Gaman að sjá þig. Takk fyrir að bjóða mér. Hvernig hefur það í dag? Mjög gott bara. Er það ekki? Jú. Ég kallaði þig hérna til mín því að þú ert svona orðin í mínum huga áhugaverðasti viðmælandinn loftslagsmál. Við tókum gott spjallum daginn og við langaði að halda því. Áhugaverðasti, ég tek þessu bara vel. Já, ég meina þú veist, það eru fáir sem að þóra að ræða hlutina eins og þeir eru að birtast okkur sem við sem erum ekki bara að geta allt svona hrákalt frá meginströmsfjölmiðlum og ríkisstjórnum. Já, það er og alþjóðastofnunum. Það er hættulegt að fara út meginströmnum í þessu. Það er tabú. Skoða gögnin, hvað þið segja í raun að veru. Hefur ekki fundið fyrir því í einhverjum kommentarkerfum svona að þú sést álitinn einhver furðufugl og kannski bara stór hættulegu maður? Nei, ekkert meira venjulega. Nei, það hefur alltaf verið reyndar. Já, ég held að ég hef alltaf bara myndað mína skoðanir bara út frá því að skoða gögnin. Já. En er svona frekar tregu til þess að fara með strömmnum. Læmingjarnir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér. Nei, þú ert ekki að hoppa á bergunni með læmingunum. Nei. En sko ég sá að umhverfis orku og loftslagsráðuneytið tilkynnti núna fyrir þessum mánuði að Ísland hafi nú tilkynnt uppfært landsákvarða framlag sitt til Parísarsamningsins til ársins 2035. Já. Landsframlag Íslands er þrískipt, segja þeir. Settur fram 2 töluleg markmið sem ná annars vegar til samfélagslosunar og hins vegar til losunar frá landi. Þá lýsa stjórnvöld áherslum til þess að ná fram samdrætti í losun frá staðbundnum iðnaði í svokölluðu ETS-kerfi. Og sem sagt, þetta uppfæra landsframlag er eftirfarandi, númer 1. Ísland skuldbindur sig til að ná fram 50-55% samdrætti í nettolosun gróðurhúsalofttegunda árið 2035 miðað við árið 2005. Í þeim geirum sem eru nú skilgreindir í reglugerðum samfélagslosun þar á meðal losun frá vegasamgöngum, orkuvinnslu, sjávarútvegi, landbúnaði og úrgangsstjórnun. Og svo númer 2. Ísland skuldbindur sig til að ná fram árlegum samdrætti í losun frá landi 400-500 KT, hvað er það? Kílótonn. 1000 tonna. CO2 árið 2035 með við árið 2025. Já. Þannig að það er verið að gefa vel í að við erum að setja markið hátt eins og Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku loftslagsráðherra segir að þetta eru krefjandi markmið en framkvæmanleg og þannig á það að vera. Við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðum eftir með aðgerðum sem fela í sér margþættan ávinning. Hvað segir þú þetta, Frosti? Er þetta ekki bara mjög mikilvægt og besta mál að við séum að taka á okkur þessar byrðar? Ég held að það er margt svona, nei, ég er náttúrulega alveg ósammála því, sko. Ég held að sé best að segja það strax að það skiptir engu máli hvað Ísland losa mikið eða lítið. Við losun okkar er 0,01% af losun heimsins og ef við myndum hætta að losa á morgun og aldrei losa meir, þá gæti það ekki haft neinn mælanlega áhrif á loftslagið. Þannig að það er eitthvað annað sem að hér er að baki heldur en að bjarga loftslaginu. Það er að sýna liðseild, vera með öðrum, vera svona gott fordæmi eitthvað svo leiðis. En við erum löngu orðið svo gott fordæmi að við þurfum ekkert að vera að sýnast. Fyrir aldamót voru búin að gera meira en allar þar þjóðir í því að draga úr útblæstri í orkuskiptum, í allri kyndingu og húsnæði með hitaveitu og öðru slíku.
Þannig að það og líka í bara rafvæðingu bílaflotans og allt slíkt, það verður komið bara fram á öllum löndum, ég held mögulega Noregi sem líka ákafur í einlega rafbíla. En hversin eigum við þá að ganga enn framar? Það ykkur pólitísku metnaður íslenskra stjórnmálumanna á alþjóðlegum vettvangi sem að bera það ofurliði og veldur okkur sem þjóð óbærilegum kostnaði. Kostnaður hleypur á 20 milljarða árlega. Já, þú segir það. Og það kemur fram í svörum stjórnvalda til við fyrirspurn þingmanna að þetta mun kosta á næstu árum 200, á þessu tímabili sem ræðir, ég man ekki hvað þetta var langt tímabili nokk, svona, hvað var þetta, 20 ár? 250 og eitthvað milljarðar, það eru 1 eða 2 þjóðarsjúkrahús. Wow. En það getur ekki bjarga loftslaginu, sko. Nei. Og líka annað að útreikningarnir á losun Íslands eru kolrangir hjá þeim. Hvernig þá? Þetta bókaldi kringu losununa gengur út frá því að einhver jarðvegur sé að losa, einhverja mýrar sé að, einhver tún sé að losa. En í raun og veru eru nýjustu rannsóknir að sýna það að íslensk gróður og á svona norrlægum slóðum eins og hér, að gróðurinn og sérstaklega beitaland bindur koltvísýring. Og hann bindur meiri koltvísýring heldur en allur iðnaðurinn losar. Þannig að það er óskilinlegt að þetta sé ekki tekið til greina þessa nýju rannsóknir. En við erum að skera upp beitarland og skóa. Já, það er ekki sérlega gott. Og það er heldur ekki gott að bleita upp í gömlu mýrum, það skapa bara búsvæði fyrir nýjasta landnemann sem er moskítóið. Og ég held, og það eyðileggur bara gróðurlendi sem er dýrmætt og til matvælaræktunar og En þessi kostnaður, hann er svakalegur ef þetta er raunin og við erum nú mikið í því að svona reyna að líti á öll horn hvar við getum sparað og því að rekstur ríkisins er óþarlega fyrirferðarmikill og þungur. Það er nú oft talað hælisleitendamálin, sko, það er búið að gera smá slurk í þeim en þetta voru einhverjir 18-20 milljarðar á ári sem voru með hælisleitendamálin fyrir skömmu. En þetta er alveg sambaralegt hverju ári einhverjir 20 milljarðar eða? Já, og þessi kostnaður og gjöld sem eru lögð til dæmis á eldsneyti, á losun skipa og flugvila, hækkar allt vöruverð til landsins, hækkar verð á flugmiðum, hækkar verðið við bensíndæluna. Þetta getur í rauninni ekki dregið úr losun Íslendingarna þess að þurfum að flytja inn vörur og við þurfum að fara til útlanda og við þurfum að keyra bílinn. Og það kemur í ljósa þó að þú hækkir verða bensíni 5 eða 10% með einhverjum kolefnisköttum þá hættir fólk ekki að kaupa bensín eða það þarf að komast í vinnun og sækja krakkana og verið þessu skutli. Þannig að það bjargar heldur ekki loftslaginu en það hækkar vöruverð í landinu og það hækkar þá vísitölu neysluverðs og þá við hvert 1% hækkunar á þessari neysluvísitölu þá hækkar skuldir heimilunum 20 milljarða, eitthvað nálega 20 milljörðum. 1% hækkun, 20 milljörðum fátækari þeir sem hafa tekið lán verðtryggt, sem eru unga fólkið, sem eru að koma með sér húsi. Þannig að þetta er bæði heimskulegt gagslaust og veldur kostnaði og kemur niður á þeim sem síst skildi. En hvernig getur þið sýnt fram á þetta sé gagslaust? Þetta er náttúrulega algjörlega gagslaust, sko, vegna þess þó að við myndum hætta að losa, þá getur það ekki, sko, haft nein mælanlega áhrif á loftslagið. En ef þá ertu náttúrulega taka inn í að sko við erum bara svo hamstur í hjóli og meðan að stórþjóðir eins og Kína og Indland er ekkert að pæla í þessu. Og Bandaríkin ekki heldur. Bandaríkin voru að segja sig frá Parísarsáttmálum í annarsinn. En svona rétt sýnir lukkurittarar á alþjóðavettvangi, þeir myndu segja við verðum að vera fyrirmynd og þó að þessu að slugsa þá erum við að sýna gott fordæmi svo að við fáum þau einhvern tímann í lið með okkur. Já, en það er ekki að virka, sko. Það er greinilega ekki að virka. Trump er ekki að horfa hingað það hvaða stefnu hann ætlar að setja sem fyrst land, það setur bara Ameríka fyrst. En hvað myndi Kínverjar gera bara sem þeir þurfa að gera og Indverjar líka. Ef að Kínverjar og Indverjar væru eins áfjáðir í þetta og eins og okkar fólk í Viðreisn og Samfylkingu og fleirum og þau Kína myndi gera álíka aðgerðir eins og við erum að gera og Indland og Bandaríkin. Hverju myndi það breyta fyrir plánundin á jörð? Þá kemur kannski annari spurningu hvort það sé rétt að koltvísýringurinn sé að valda hlýnuninni. Og það er bara vísindamenn ekki alveg vissir. Það er ekki hægt að sanna það vísindalega, það er hægt að koma með tilgátu og sína fram á að koltvísýringur sé gróðurhúsaloftegund, án koltvísýrings þá væri
kaldar á jörðinni, það er alveg víst. En spurningin er, hvað ef við tvöföldum koltvísýring frá því sem nú er, hvað myndi þá hlýna mikið? Þetta eiginlega sko vísindamenn. Ég hef lesið rannsóknir nýlegar sem að byggja á gervitungla rannsóknum sem bara mæla hitan sem kemur frá jörðinni á hvað bylgjulengdan er og allt slíkt. Hann sýnir að það er skarð í bylgjulengdin þar sem koltvísýringur er að koma í veg fyrir útgeislun. En hann sýnir líka að skarðið er svo djúpt að jafnvel þó myndu tvöfalda koltvísýringi þá getur það ekki dýpkað, hann er í rauninni mettaður. Þetta er eins og, sko, segir ok, setur yfir eina sæng, hún hlýjar þig mjög mikið, hún skiptir bara miklu málu fyrir þig. Setur 3, 4 og 5 og það líka hlýjar þig aðeins en 7. sængin. Já, ég skilur. Þér hitnar ekkert meir, sko, þú ert sjóðheitur. Og þá segja menn, já, tökum bara allar sængunar af eða alveg fyrir niður í eina, en þá deyr bara allur gróður á jörðina því að gróður, magn koltvísýrings má ekki fara niður fyrir hvað, ef hann færi niður í 1/3 sem hann núna er, þá deyja bara allar plöntur, allar ljóstilifandi plöntur, að því hann er matur fyrir plöntur. Og þessu aukning á koltvísýringi sem við gerst síðan iðnbyltingu, hann er farið úr svona eitthvað rétt undir 300 parts per miljón og upp í núna rúmlega 400 parts per miljón. Þannig leitt þess að jörðin er að grænka, alla plöntur fá meira að borða og eyðimerkur og minka, gróður kemst hærra upp í fjöll og ýmislegt svona sem að rannsóknir frá NASA er að staðfesta. Þannig að það er jákvætt af einhverju leiti að auka koltvísýringinn. Það er ekki víst að segja jákvætt að margfaldan endalust, en það er líka vita að þegar við vorum að þróast dýrategund og flesta dýrategundur á jörðinni, þá var hann 3-falt, 4-falt hærri en í dag. Það veit. Þannig að við myndum lifa það af, sko. Er það óumdeilt? Það er óumdeilt, sko. Og hvernig skiptist þetta núna í svona vísinda samfélaginu? Ég meina, maður hefur heyrt að það eru náttúrulega þeir rannsakendur sem er að halda öðru fram heldur en þessi meginströms loftslagspólitík gerir. Já. Þeir komast ekki að þegar fá ekki styrki, þeir eru bara gerðir af persónu non grata. Já. En eru þeir samt ekki fjölmargir sem eru að reyna að benda á þetta? Jú, þeir eru alveg í 1000-tali, sko, og hafa skrifað undir alls konar áskoranir til stjórnvalda að taka fleiri sjónarmið til greina. Það var tekin svo stefna, sko, Al Gore skrifaði sína bók sem hét Inconvenient Truth og fórum heiminn að kynna loftslagsvana. Svona var þetta ekki rétt upp úr aldamótum. Þá fóru stjórnvöld að setja mikið í að styrkja rannsóknir sem að komast að þessari niðurstöðu, að styrktu þetta sjónamið. Þetta er mjög óheppilegt að stjórnvöld sé að velja eitthvað ákveðna niðurstöðu til styrkja. Þetta er bara að láta loftslagsvísindamenn fá styrkja óháð því hvað þeir komast að. En þeir loftslagsvísindamenn sem að töldu sig geta sýnt fram á eitthvað annað en þetta viðtekna sjónamið sem Al Gore var að boða, þeir fengu bara ekki styrki, fengu ekki frama og það var ekki skynsalegt fyrir ungan vísindamann að fara að vinna slíkur rannsóknum. Nei. Þannig að það er mikill bæjas að halli. Það varð halli. Nú, bara mjög nýlega þá hefur svona eins og þetta verið aðeins að snúast. Ég held að við séum á svona ákveðnu vendipunkti núna. Kannski vegna þess að bandarísk stjórnvöld eru núna farin að styrkja báða hliðar og eru farin að hlusta á vísindamenn sem segja að aukning koltvísýrings sé ekki vandamál fyrir Bandaríkin. Eða mannlífið og heyri núna Bill Gates var nýlega að segja að hann teldi að þessi hlýnun sem sé ekki hættuleg hlýnun. Hann var einn af talsmennu þess að hún var stórhættuleg. En það er ykkur veðraskil í loftslaginu og loftslagsmálum. En við erum samt bara okkar stjórnvöld eru bara að gefa í og vilja sýna sig og sjá aðra í þessu. Já, ég held að sko Evrópusambandið er ennþá alveg gallhart í þessu og líka Bretland. En utan þessa svæðis, utan Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins og Bretlands er bara tónninn að breytast og ég held að þessi bara tímasúsmál hvernig allir með Bretlands snýst. Þar eru þeir sem eins og hvað heitir að Farage og hans umbótaflokkur Reform, heitir hann ekki það? Jú, Reform. Hann hefur bara sagt leið og við komst til valda og ég er forsætisráðherra sem nú allt stefnir í samkvæmt skoðanakönnunum, bara stór sigur hjá þeim. Þá mun hann bara hætta með þetta kolefnishlutleysi, net zero. Hann mun bara segja, það hættum við því. En nú er þetta stjórnvöld í Bretlandi alveg á fullu.
En þetta núna, sko, þetta sem þeir eru að tilkynna í orkur og umhverfisráðuneytinu loftslags, að þetta sko í fyrsta sinn sem að Ísland skilar inn tölulegu markmiði vegna Parísarsamningsins losun frá landi og í fyrsta sinn sem sérstaklega tilkynnt hvernig Ísland ætlar að stuðla samdrætti í ETS-kerfinu. Þannig að við erum heldur betur svona einhvern veginn að bretta upp ermar í þessu. Já, alveg einhvern veginn þegar partí að verða búið, þá erum við all in. Ég held að þetta sé sko, það er líka merkilegt að samkvæmt Parísarsáttmálanum þá eru okkar ekki ætla að draga saman meir en 29% en þarna ætla að gera 55% sko. Þannig verið að gull hlúða en nú aftur. Heldur betur og með miklum tilkostnaði og ég held að þetta sé bara, ég held að stöðningur almennings við þetta sé ekki fyrir hendi. Menn, þetta er ekki það sem fólki vill nema einhver lítill hópur, mjög skelfingurlostinn hópur sem heldur að það sé rétt að framöndan séu fárviðri einhver golfströmminu séu að stöðvast eitthvað slíkt en hann er bara ekkert að stöðvast og það er furðulegt að fólk sem starfar hjá Veðurstofunni er að segja að golfströmminu séu líklega að stöðvast þegar rannsóknir og gögn splunkunýjar sína bara svo er ekki. Já, við sáum það. Eina sem að þeir segja að ykkur líkun sína að það geti gerst. Það segir já, getur ekki bara sett hvað sem er inn í þessi líkun. Þetta er ekki vísindi. Þetta er bara einhvers konar áróður til þess að viðhalda styrkjum til þess að halda áfram þessu starfi. Ég held að þetta sé orðið algjörlega að fara að nærast á sjálfu sér. Sko. Þetta er eins og einhver var með góða lýsingu á því að þrif hreingerningarfyrirtæki sem að fær verkefni frá ríkinu að þrífa hús og það þrífur bara og þrífur og þá sé búið að hreinsa alla bletti og allt þá heldur áfram og segir alltaf ég þarf að fá meira og meira pening því það er allt rutt og skítu þannig að það er bara hreinsa. Já, en síðan eins og þessi ofurmetnaður okkur í að draga saman út losun gróðurhúsalofttegunda. Við erum löngu búin að draga svo mikið úr losun að við erum komin langt á undan öðrum þjóðum eins og við höfum kannski áður nefnt sko að það er svo tækni sem þarf til þess að við getum dregið 55% okkar losun er miklu flóknari og dýrari heldur en svo tækni sem að til dæmis land sem er ennþá að kynda húsin sín með gasi og olíu. Þeir eru bara að setja rafmagnsofna og byrja að tengja sig við kjarnorkuver eða eitthvað slíkt. Þá eru þeir búin að leysa þann vanda. En við þurfum að finna upp einhverja rafmagnsflugvélar milli landa og fara að nota einhverja mjög skríti eldsneyti á skipin til þess að komast milli Íslands og við erum líka í sérstakri stöðu sko. Við erum í sérstakra erfiðri landfræðilega stöðu til að gera þetta. Hér eru við langt frá öðrum löndum, við hefum ekki kostað því að fara með rafmagnslestun til Evrópu eða þangað sem við þurfum að fara og það verður ekki tækt. Þannig að þessi aukni kostnaði fyrir sem er leggst á skipin, nefndir ETS-kerfið sem heitir Emission Trading System. Það er losuna heimildakerfið þar sem er verið að setja á flugfélög og skipafélög. En þeir ætla líka, það er að koma svo kallar Emission Trading System 2 sem er ná líka til smærri innfyrirtækja, ekki bara til stóriðju, flugfélag og skipafélag, heldur líka til alls reksturs. Það er Evrópusambandið að setja á þetta. Og slík frumvarp er í smíðum hér á Íslandi. Og ég held að fólk verið átt að segja að við erum að stöðva núna, við erum að bara fara fram að brúninni vegna þess að mönnum brásóldi þegar sá að Icelandair og kíkir á ársreikninga Icelandair sér að þeir eru að greiða fyrir síðasta ár, þá held ég sé að greiða vel yfir 2 milljarða í þessi losunagjöld. En þeir eru ennþá með 85% afslátt sem fellur niður á miðju árið 2026. Já. Og þá fer þetta í 17 milljarða. Á ári sem að það er að greiða. Já. 17 milljarða. Og það segir sjálft að það félagi getur ekki staðið undir. En ekki bara það. Heldur verður en líka gert skylt að blanda eldsneyti sitt með lífeldsneyti sem er þá rækt af einhverju repjúolíu blanda saman við. Það hæsta máta að vafa samt og dýrt og ill meðferð á ökrum að vera að rækta matón í vélar staðin fyrir fólk. En 30% af öllu akurlendi í Bandaríkjunum og Evrópu er núna lagt undir þetta að rækta eldsneyti handa vélum og heldur náttúrulega upp í matvælaverði. Algjörlega röngstefna. En þegar maður tekur verði á þessu eldsneyti þá er það 3-6 sinnum hærra heldur en venjulegt eldsneyti á flugvélar. 3-6 sinnum hærra. Þannig að bara þú 2% íblöndunarkrafa hún leiði til 10% hækkunar og eldsneytisreikningi Icelandair. En þeir ætla ekki að hætta þar.
þeir ætla að halda fram að auka íblöndunarkröfuna ár frá ári. Já, hérna. Við erum að tala og þá segir hérna Ísland, já þetta dálítið erfitt fyrir Æsland við ætlum að bæta þeim þetta upp, við ætlum að niðurgreiða þetta skattfé. Þannig að rétt ímyndar að það mun kosta milljarðana. En í raun gætum við, ef við hefum pólitískan vilja, erst að segja að við gætum bara sagt okkur frá þessu og sagt hreinlega, herru, við erum komin miklu lengra heldur en þið hinn og sjálfsögðu. En segðu mér bara Færeyingar eru ekki með neins svona kolmiskjöld og sínaðalsneti. Nei. Þeir eru ekki ESB, þeir eru hluta af danska konungsríkinu en þeir eru ekki Evrópska efnahagssvæðinu og þeir bara gera sem þeir sýnist. Það er best fyrir þá. En segðu mér, ef að þú væri stjórnmálamaður, og værir að bjóða þig fram til Alþingis núna, hvað myndirðu sem er útilokað. Já, sem er útilokað, en við ætlum að gefa okkur svona bara til þess að hafa gaman að því að velta því fyrir okkur. Ef að þú værir að bjóða þig fram til Alþingis, hvað myndir þú segja fólkinu, hugsanlegum kjósendum, að þú myndir ætla að gera ef að þú næðir fram markmiðinum og þú veist, getur komist í þá stöðu að vinna stefnumótun í þessu? Ég held að það er eitthvað bara fara skynsamlega leið í þessu. Ég meina, við höfum auðvitað að reyna að menga sem minnst og fara vel með orkun og allt slíkt, en við höfum ekki verið í svona látalátum eins og við erum í núna, sem eru óhemju dýr og hafa engin áhrif á loftslagið í heiminum. Við höfum heldur að reyna að vinna gegn raunverulegri mengun. Það er svolítið áhugavert hérna kostnaðurinn við það að ná kolefnis hlutleysi fyrir heiminn sem er markmiðið fyrir 2050. Hann hefur reiknað út að McKinsey ráðgjafafyrirtækinu og þetta eru svo þvílíka byrðir fyrir þjóðir heims að þetta eru sko 2,5 þjóðaframleiðsla alls heimsins sem þetta kostar. Hvaðan kemur, hver á að borga þetta? Og hvernig kemur þetta niður að fátækasta fólkinu? Þetta kemur niður á lífskjörunum, þetta veldur verðbólgu og svo er ekki eins og víst þetta hafa neina áhrif á loftslagið. Það eru vísindamenn sem haldaði fram að jafnvel þó við 2 koltvísýring þá munið bara hlýna pínulítið 0,5 gráðu til 1 gráðu. Og það er engar hamfarir. Og svo eru þess að tíðu fréttir af hamförum. Það er þegar maður fyrir að skoða þær á grunninn, þá er það alltaf tóm vitleysa. Þú veist, það er sagt að núna hefur slegið hitamett, til dæmis bara á Egilsstöðum. Ég fór að skoða hitamettið. Það var áhugavert. Ég man ekki hvort það var 28 stigi hiti. Þá er mælirinn á flugvellinum, umkringdum malbyggi og steypu og þegar búið að tilkynna í skýrslum frá Veðurstofunni að hann sé á óheppilegum stað. Auk þess er hann bara búin að mæla þarna í ykkur 15-20 ár. Þannig að hann er ekkert að segja hvort það sé að hlýna raunveru, hann er bara að segja að mikið malbyggi kringum mig. Og það kemur í ljós að mjög mikið að hitamælum í heiminum eru við í sömu stöðu. Þeir voru kannski út í sveit einu sinni en borgirnar hafa stækkað, malbyggið og mannvirkin safna hita yfir daginn og geislaði út á nóttunni. Þannig að verður ekki eins kalt á nóttunni eins og hefur verið samkvæmt þessum mælum. En ef að mælar sem eru ennþá út í sveit, þeir eru að sýna mjög litla hitabreytingu síðustu áratugi. Það er bara lítil hlýnun, ekki drosaleg, engin hamfara hlýnun. En þegar þú sérð að 3-4 stiga meiri hiti inn í París heldur en í sveitunum í kring, þá sérðu að þetta getur líka verið mæliskekkja. Þannig ég held að við höfum að skoða allt saman. Það er engin hamfara hlýnun í gangi. Þetta er ekkit mannkyninu og plánundin stendur engin ógnað þessu. Það eina sem að sýnir ykkur ógn er ykkur líkon sem að eru svakalega takmörkuð og hafa spáð svakalega skakt hinga til og ofspáð hlýnun. Og á þessum grunni erum við að fara að setja 2 heimsframleiðslur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 2 heimsframleiðslur, hvað er það mikill peningur? Þetta eru trilljónir í amerísku máli en biljónir í dollara í okkar tungumáli. Sem að kostar að ná net zero markmiði fyrir heiminn. Já, og McKinsey, þeir fór yfir þetta eflist. Þetta er þessi beini útlæði kostnaður. En ef við skoðum til dæmis bara kostnað sem að aldrei verið talin eins og kostnaðurinn af því að segja nei, við ætlum ekki að sækja gasið í Drekasvæðið. Við vitum ekki hver sá kostnaður er. Já, það getur verið þúsundir milljarða sem að við erum að fara misvið sem þjóð í bættum lífskjörum
og mér finnst þetta allt saman vera mjög vafasamt, stjórnmálamenn íslenskir eru að taka upp svona stefnu í staðin fyrir að hugsa bara hag þjóðarinnar og segja við höfum gert mikið og útskýra það fyrir erlendum samstagskollegum sínum að við erum nú þegar búin að hitaveitu væða all húsin, við erum komið svona langt undan ykkur hjálpa ykkur að hitaveitu væða húsin ykkar og nota jarðvarma og eitthvað svoleiðis en við erum búin að gera nóg, er það ekki? Auk þess sem við gerðum meira, það myndi engum alveg skipta það við ekki það allir að okkar losunir á við 30 daga losun í Kína eitthvað svoleiðis. Já, úrræðagóður stjórnmálamaður íslenskur á alþjóðasviðinu ætti að geta selt á hugmynd vel að Ísland til að leggja sitt lóð á voðaskálunar í þessu. Við skulum hjálpa ykkur með hugviti að kynda húsin ykkar með jarðvarma. Já. Og það hefur verið okkar framlag til þessara baróttu að við ætlum að hleypa okkar vísindamönnum eða verkfræðingum í það að hjálpa ykkur með þetta. Ég held að þetta hafi reyndar eitthvað verið þetta en svo sér maður að Orkuveita Reykjavíkur til dæmis sem á bara verið að skaffa okkur heitt vatn í húsin og rafmagn á perurnar. Já. Þeir eru komin miklu lengra, þeir eru komin út í ykkur mjög skrýtna stefnu að þróa ykkur mjög áhættusama aðferð til að dæla niður koltvísýringi og í jörðina. Carbfix-ævintýrið sem að engir fjárfestar fást að og við bara eyðum og spreðum. Orkuveitan búin að setja í hættu 12 milljarða af eigin fé sínu í þetta sem náttúrulega fé okkar borgarbúa sem búum á Stóru Reykjavík og svæðinu og það engin vissa fyrir því að núna þú sér það Bandaríkin þeir eru bara búin að ákveða að losa það kostar ekki neitt en þá kostar að losa einhver losunargjald í Evrópusambandinu og í Bretlandi, en það mun leið og vera stjórnarskipti í Bretlandi, þá verður bara það úr sögunni og svo verður líka stjórnarskipti í Evrópusambandinu og þá er það líka úr sögunni. Þannig að akkurat það leiti þessum að verður búið að fjárfesta í þessu öllu saman, þá fer það allt lóðbeint á hausinn. Þetta er mikil áhætta fyrir innviða fyrirtæki eins og Orkuveituna og ef hún finnur ekki fjárfesta í þetta, þá er hún strax að hætta þessu. Ég veit ekki, stjórn þessa Orkuveitu og framkvæmdastjórnin ber bara fulla ábyrgð á þessu. Þetta er óráðsía og áhættutaka með fé almennings. Bara til þess að setja í samhengi þessa bindingu sem er 3 milljónir tonna koltvísýringi frá Evrópu, frá einhverjum iðnaði í Evrópu, þá bindur hafið í kringum Ísland, þessi 200 mílna lögsöga, margfalt meira á hverju ári. Vegna þess að kaldur hafsjór í kringum Ísland er að binda koltvísýring. Eldfjallajarðvegur eins og er á Íslandi er sérstaklega þegar rignir í gegnum andrúmsloft með koltvísýringi þá leysist koltvísýringurinn upp í rigningunni, fellur á jörðina og veðrar hana en í þessari veðrum felst að koltvísýringur binst við steinefni í eldfjallajarðvegi. Þannig að við erum að binda margfalt meira með þeim hætti heldur en þeir hafa í huga að gera og fá borga fyrir. Þannig að allir þessu útreikningar á því hvað Íslendingar sem þjóð og það er verið að láta okkur bera ábyrgð okkur í losun og jarðvegi á Íslandi en ekki taka á móti bindingun sem er í hafinu okkar og í eldfjallajarðveginum okkar sem er margfalt meiri. En það skrítið. Það er allt án vitleysa. Með alveg þennan kostnað sem að við höfum tekið á okkur nú þegar og áætlaðan kostnað til næstu ára þá hefði þetta átt að vera og geta orðið risastórt kosningamál í síðustu kosningum. Einhverjir stjórnmálamenn sem að væru að setja það á oddinn að losa okkur undan þessum byrðum og auka lífsgæði á landinu til muna. Já. En hvers vegna höfum við ekki séð þetta í almennri stjórnmála umræðu ennþá? Það er reyndar þannig að einn stjórnmálaflokkur hefur tekið eina slag, miðflokkurinn, og ég kíkti á sem sagt stefnu allra flokkana í þessum málum. Flokkur fólksins hefur ekki birt neina stefnu. Þetta er kannilega ekki þeim hjartansmál að leggja þessar byrðir á hina lagslaunuðu. Það er gott. En miðflokkurinn er beinlínis tekið svipaða stefnu eins og kannski komin í Bandaríkjunum að segja, þetta er ekki stærsta vandamálið og við höfnum allri svona öfga umræði í þessu. Og töluðu þið skýrt fyrir því í síðustu kosningum? Ég man ekki alveg eftir því, en þetta var ekki áberandi kosningamál. Nei. Þetta hefði vel geta verið það, af því að við erum í stöðuri glímu við rekstur ríkissjóðs
Þetta myndi sko snar lækka kostnað ríkissjóðs og þetta myndi lækka verðlag í landinu og það var þetta ná bara mjög miklum árangri með því bara breytjum stefni í þessu. Það var möguleika, það eru miklu möguleikar í því. Ég veit ekki hvort að sko aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu bindur okkar einhverjum hætti, bindur hendar okkar að því leiti að við myndum vera brotleg við ykkur ákvæði þar, að því við höfum undirgengist ykkur svona samninga þar, það þarf að skoða það. Ég reynda þeirra skoðunar að ég held að Sigríður Andersen hafi verið að segja einmitt að við gengumst undir hennan EES-samning sko, sem fjallar fjórfrelsið en svona aukalega þá fórum við í svona umhverfismál líka sem við hefðum ekkert þurft að kemur fjórfrelsin ekkert við. Og það getur vel verið að þessi hægt að segja sér frá því, ég veit ekkert um það er bara að kanna það. Ef að það er ekki hægt og Evrópusambandið segir já, það er svona allt eða ekkert hér, eins og segja stundum, þá myndum við geta sagt okkur frá samningnum með Evrópska efnahagssvæðinu og gert bara tvíhliða viðskiptasamning við Evrópusambandið svo Bretar hafa gert. Menn þora nú ekki einu svona ræða það sko. Ég þarf alveg að ræða það og ég held að það sé bara fullt af flestur ríki heims eiga tvíhliða viðskiptasamning við Evrópusambandið, Kanada, Suður-Kórea, alls konar fínir viðskiptasamningur, það geta verið samningur menningatengsl, frjálsa för. Er ekki Kanada bara í raun með betri samninga við Evrópusambandið heldur en við gegnum EES-samningin? Jú, það virðist vera, sérstaklega fyrir til dæmis fiskafurðir. Við borgum það eru vendatollar gákvart okkar fiskin, ekki gákvart kanadískum. Já, það er nefnilega það. Það er nú mikið mál fyrir okkur ef við fengjum sama díl og Kanada þar. Og síðan líka annað áhugavert að það er ennþá í gangi og hann er ennþá í gildi EFTA-samningurinn fríverslun innan við okkur, við bandarísku, við hérna Evrópusambandið. Þannig að ef að samningurinn Evrópska efnahagssvæði féllu gildi þá tæki hann við. Þá byggjum við á honum. Þannig að við erum allan með hann sko. Og hann er ekkit og þar er ekki krafum að vinnlegu lög frá Evrópusambandinu eða fylgjum þeim í orkumálum eða losunamálum. En við sjáum í Evrópu að sko, þar eru þessi mál sko, bæði innflytjendamál og orkumál eru þau mál sem að þeir sem við kallaðir sko, populískir flokkar eru að taka upp á sína arma og eru að fá gríðarlega mikið fylgi af því að eins og þú sagði ráðan, stuðningur fólks við þessi háu loftslagsmarkmið er engin. Nei, ég fór að skoða einmitt sko kannanir, sko viðhorfskannanir og við hefum lesið fréttir viðhorfskannanir þar sem að kemur fram gríðarlegu stuðningu við loftslagsaðgerðir stjórnvalda og óskum meiri aðgerðir. Ég fór að getur það verið? Og þá var það könnun sem að ég fór að skoða, þetta var mikið gert með þessar konum, byrti öllum heimsblöðum, fólk vil meiri aðgerðir. Á Íslandi? Nei, bara í heiminum. Það voru heimsvísu í mörg 100 löndum eða eitthvað svona, allavega 100 löndum. Og ég fer að sko hvernig er aðferðarfræðin. Þá er gert mjög vandað úrtak, hringt í samkvæmt slembi úrtaki, þess að sé svona vel valið, og síðan hringt 3 svar og þá þeir sem svara, eru spurðir, myndu vilja svara spurningu loftslagið og og hefur áhyggjur á loftslaginu og allt, þú spurður öllu þessu og myndur vilja meira verið gert og eitthvað slíkt og þar voru held ég yfir 80% sögðu bara já, ég vil meira þessi gert í þessu. En vandinn var sá að bara 6% vildu svara ykkur spurningum loftslagið. Einmitt. Hinir 94% nefndu því bara ekki. En það sem hafði gríðarlegan áhuga hann svaraði sjálfsögðu. Það er bara svona loftslagsfanatíkusar sem að vildu fá að svara. Þrátt fyrir að úrtækið hafi verið valið af vísindalegum hætti, það var aðferðarfræðin svona skökk að hún sjálfvaldi þá sem voru áhyggjufullir og vildu gefa sér tíma til að ræða þetta. En það er mögulega Þetta er nú svona, kemur ekkert á óvart að alls konar rannsóknir eru einmitt skakkara því að það er lagt upp með þær þannig og þeir sem er að framkvæma rannsóknirnar, framleiða þær, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera og hvernig þeir falast eftir ákveðinni niðurstöðu. Eitt annað sem að ég held að við gefið svona sína þá hvað fólki finnst og hvað er tilbúið að leggja á sig er að þegar þú kaupir flugmiða þá áttu þann valkost hjá eiginlega flestum flugfélögum að kaupa kolefniseiningar, kolefnisjafna og þetta ætti að gefa svolítið dæmið það hvað fólk er til í að leggja á sig. Kemur að ljósa að innan við 3% eru til í að kolefnisjafna ferðalagið. Þá það kosti ekki nema bara sára lítið.
Það fyrir ekki alveg saman við þessa rannsókn sem þú þannig að stjórnmálumenn ættu átt að segja því að þeir eru að tala til 3% kjósenda svona. Þeir eru að tala það að við höfum að gera meira og vera öðrum fyrirmynd og leggja byrðar á þjóðina sem að nema 20 milljarða ári. Þá eru þeir að tala við 3% af kjósendum. Sem eru þessir allra hörðustu svona vóglippar í 101 Reykjavík kannski. Það getur verið. En var að tala alltaf latti lepjandi. Já, þannig að þegar ég tala við fólk almennt, þá finnst mér að allur þorri manna sé bara á þessari skoðun að þetta sé ekki áhyggjum. Nákvæmlega og það er engin ekkert útlit fyrir það að núverandi stjórnvöld fari eitthvað kveiki á þessari peru á þessu kjörtímabili. Það er pínu vísbending samt. Nú, í hverju sérðu hana? Ég sá breyting og orðalagi, nú eru búin að eiga sér stað hvað heita það svona fundir þessara flokka, það sem móta stefnun upp á nýtt og svona pólitísku stefnuna. Og tók ég þetta að mildaðist bæði á Samfylkingu og Viðreisn orðalagið til loftslagsmála. Það mildaðist aðeins. Já. Viðreisn var með eitthvað orðalag og það leið að þurfti að lýsa við neyðarástandi eitthvað svo leiðis og Samfylkingin, það er farið út neyðarástandi og þetta var í stefnum Viðreisnar? Já, ég skoðaði þessu stefnuna snemma árinu 2024 nei, fyrir kostningar 2024, eitthvað það leiti það sem var í kostningapakkanum ég las það á þess ég man eftir, ég held að þú hafi sýnt mér það fórum yfir þetta og ég skrifaði þetta alls niður og þetta er allt til náttúrulega neti gleymir engu þú getur séð alveg hvernig það var aftur í tíman á Wayback Machine og nú tók ég til því að þeir eru búin að milda orðalagi aðeins þannig að ég hugsa að það geti verið að þeir sjáu hvað klukkan slær en samt það er ekki eins og þeir hafa verið að fara í gangi aðra kostningar en þeir hafa samt verið að fara inn í þetta plansitt og breyta orðalagi á þessum tímapunkti, hefur verið einhvern núna á síðustu mánuðum? Já, þeir voru ekki með sína fundi þar sem þeir fara yfir gera sína stjórnmálaályftanir var þetta bara núna nýja? Jú, það var landsfundur Viðreisnar og þá hafa menn tekið eftir því að þetta væri kannski full bratt sérstaklega konin í ríkisstjórn eða voru þetta lýsið við neyðarástandi það er til að taka stjórnarskaran úr sambandi og mannréttindafólki og segja maður vera inni og eitthvað svona, hætt að keyra bíla það er neyðarástand, hætt að flytja inn bíla og það var til dæmis til að hjá Guðlaugi Þór Þórðarsyni sjálfstæðisflokki að hætta að flytja inn bíla sem voru með sprengihrifli hann dró í land með það en það voru 150 aðrar hugmyndir slæmar En hugsaður, þetta hefur samt selt af því að minna, Viðreisn náði góðum árangur í síðustu kosningum. Ég held ekki vegna þessa. Nei, en þrátt fyrir þetta? Þrátt fyrir þetta, af því að það var eitthvað annað. Því að ég veit ekki Vinstri grænir hvað eru þeir eru kursu vantalega eitthvað Viðreisn. En En ef það er í kosið í dag, aðalmálið augljóslega er, þessi húsnæðismál og efnahagsmál almennt. Það er stóra verkefnið, það er stóra baráttan sem Ísland stendur frammi fyrir og þá er þetta þessi biti sem að þetta innifelur er náttúrulega risa biti til þess að laga það. Já. Það segir sér sjálft. Þú sér það að alla skipaferði til landsins, eins og vorum að tala um flugið á hann, alla miljardana sem eiga fara úr vörsum landsmanna í flugið, þá er alveg bara sama gerist í skipunum. Já. Og Evrópusambandið að setja alveg rosalega kolminskatta á skipalflutninga væntanlega til þess að koma þeim í eitthvað hagstæðri farveg en við eigum engan annan valkost þannig að þetta getur ekki dreigið úr loftslags og ég menna Þórdís Kolbrún þáverandi ráðherra málaflokksins, hún óskaði ekki einu sinni eftir undanþágu fyrir skipafélög íslensk frá þessum álögum vegna þess að bara tæki ekki eitthvað slíkt en til dæmis Portugal og Spánn og ég held Grikkland hafi fengið undan það til 2030 bara sem sagt fyrir siglingar milli Spánar og Kanaríeyja milli Portugal og aflandseyja þeirra og Frakkland og aflandseyja sama í fluginu við höfum getað fengið mér undan það heldur en það var ekki eins og sóst eftir því að ætlum að standa okkur svo vel Svo líka ekki Sameinuðu þjóðanar af einhver undirstofnun Sameinuðu þjóðana sem var að funda það að alþjóðlega siglingamálastofnun alþjóðlega siglingamálastofnunin var að velta því fyrir sér í hvernig það fór þetta setja það því var frestað þeir ætluðu að setja á allar siglingar
í heiminum öllum, en þetta náttúrulega svona dóttur undirstofnun Sameinuðu þjóðanna og fjallar skipamál og setur lög og reglur eitthvað svona hafréttareglur eitthvað. Svo menn sé ekki að sigla hver og annan eða fara vitlausum megin fram úr og svona. Alveg eðlilegt. En þarna ætlaði að fá skattvald. Fyrsta sinn sem að stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna að fá að leggja ykkur skatt og ráðstofuna. Þessi skattur átti að vera bara töluvert mikill. Einhverjir milljarðar dollara sko er upp í staðið. Og þar ætlaði þessi stofnun að sína útluta því til einhverja verkefni henni þóknarleg sem átti að vera einhver lofslagstengd sko fyrir skipasiglingar sko. Donald Trump, hann tísti þetta í aðdraganda fundarins og lýsti frati og í raun og veru hótaði því svona leynt og ljóst að þjóðir sem myndi taka þátt í þessari vitleysu ættu ekki vona á góðu í samskiptum við Bandaríkin. Myndi fjall í djúpa ónáð. Evrópusambandið og Bretar og Ísland held ég ætla að styðja þetta. En auðvitað var síðan þegar ég sá að kosningin yrði slíka að þessu yrði hafnað þá var bara henni frestað. Eða vildi ekki fá nei sko. Oldest trick in the book. En sko, og Ísland, þú veist, ætlaði að styðja þetta, þú veist, einhvern veginn. Skilst það, ég er ekki alveg viss. Öll hegðun íslenska stjórnvalda í þessum efnum minnir á svona einhvers konar masokisma. Það sem þú ert að... Já, svona sjálfskaða eitthvað. Já, sjálfskaða þig og pína sjálfa þig til þess að þóknast, til þess að líta vel út á einhverju sviði sem að... Já, þetta er eins og þegar þú ert búin að vera í megrun og ert orðinn alltaf léttur en lítur í speilinu og finnst þú feitur. Já. Þetta er eitthvað svona, þetta er geðveiki bara. Já, geðveiki. Maður þarf bara, sko, aðstóð. Þetta er hrikalegt og ég held að við og allar okkar stjórnmálamenn þeir þurfa bara að horfast í augu staðreyndirnar að þetta er ekki, sko, þessar hamfari sem að búið að spá, þar hafa ekki raungerst, það er hlýrra, jöklarnir eru að hopa, en við erum líka að koma út í tímabili litlu ísöldinu sem lauk svona rétt 1850. Það var eitt kaldasta tímabili sögu, sko, síðustu, sko, 1000 ára, 10.000 ára, samkvæmt rannsóknum á borkjörnum frá Danmörku, danski vísindamenn sem rannsóknir á borkjörna Grænjarsjökli og gátu sko meti hitastigið og mörg þúsund ára aftur í tíman. Segja að það var bara alveg gríðarlega kalt hérna þangað til 1850 og síðan hefur jörðin bara yfir að jafna sig. Og hitamet, það var mjög heitt 1930, 40, síðan kólnaði aftur til svona 1970 og þá fór menn að spá ísöld var í þetta við hotni og allir vísindamenn sammála það. Og ég man bara eftir fyrirsögnunum blöðunum sko, ísöld er að koma og þetta var hróðalegt sko. Fólk skilur alveg bara að gleyma þessu. Já, ég man bara eftir þessum krakki sko, ég tölur ágjur að þessu svona lofslagskvíða. En síðan eru núna leið að fór að hlýna, þá var bara byrjaði kvíðunum að yrða og heitt sko. Þetta er æsingur sko. En það er raunverulegt sko, þetta sko það sem manni finnst þegar maður horfir, það er nóg bara að horfa á til dæmis þessar ágætu konur sem hafa verið á alþjóðasviðinu fyrir hönd Íslands á undanförnum misserum, sem Þórdís Kolbrún eða Þorgerður Katrín og Kristín Frosta, að þú sérð bara raunverulega sko glíuna sko, sem að er einhvern veginn lekur aðeim þegar þær eru, hvort sem það er í jarðarför páfans eða að það er sko elska einhvern veginn að vera hérna með hinum þjóðarleiðtogunum og það, ég veit ekki hvort það væri hægt einhvern veginn að rannsaka sko hvernig ákvarðanir eru teknar í samhengi við hversu mikið þær eru einhvern veginn að fá út úr því að vera á þessu stóra sviði með þessu stóra fólki í heims pressunni að við beigjum okkur og buktum einhvern veginn algjörlega út af einhverju svona egocentrísku. Mér finnst þetta frekar svona tengjast við einhverja þjóðar minnimástakennd sko. Við erum bara mjög lítil þjóð og við viljum gera okkur gildandi og til þess að vera þjóð meðal þjóð þurfum að bara hamast aðeins meira. En það er líka sko persónulega metnaður þessa fólk sko þegar það kemur hann út til Brussel eða ég veit ekki þetta sko. Það einhvern veginn upp, maður sér að það er bara nóg að sjá bara myndirnar en að því þú varst að tala páan það bara rifjaði upp eina sögu sko, þú sást fundin hjá Schwarzenegger og páa þegar páa var að blessa ísmólan. Já, einmitt, ég frétta því. Sem ég held að það hefur íslensk-danski listamæðurinn Ólafur Elíasson sem að reddaði klakkanum frá Grænlandi. Svo var þessi gjörningur þessum páin blessar klakkan
og jöklana leið sko, sem en mesta morðtæki sem að náttúran hefur yfir lífinu á jörðinni sko, og malar allt undir sig og kremur allt í mél og eyðir og drepur blessaði það og ég hugsaði, nei, núna toppnum náð í vitleysunni sko. Kirkjanætturinn bara að vera að stappa stálinn í liðið, ekki vera að hræða það með þessum loftslagssögum. Þetta hræðilegt sko, og ég held að allar stofnanir á Íslandi, kirkjan búin að móta sér loftslagsstefnu, viðskiptalífið, stjórnvöld, flokkar, skólar. Ég fór að kynna með námsefni barna, þú veist, hvað verið að kenna þeim? Jú, þá það bara þannig sko, að maðurinn að valda óðahlínun með því að keyra bílinn sinn og þú þarft ekki endilega að hætta að fara í ferðalög, þú veist, en hugsaðu fræddu ættingi kolefnissporið. Lillubörnin eru að styrlast að hræðslu og kvíða. Konur eru sem að kjósa barnlaust líf, þær gera það ekki síst vegna þess að það bara, heimurinn að fara að soðna. Við erum að eyða plánundin okkar. Guterres sem aðalritari Sameinuðu þjóðanna sagði, ég held bara 2022-2024 okkur ráðstefnu sko í New York að við vorum ekki lengur í þessari global warming, heldur global boiling, sem sagt frá óðahlínun yfir í suðu heimsins. Forsætisráður okkar þáverandi Katrín Jakobsdóttir tók í sama streng á okkur ráðstefnu hér í Hörpunni. Alveg rétt. Og svo kemur Trump og segir bara þetta er allt scam. Kemur bara og segir við Sameinuðu þjóðirnar í New York á ráðstefnu þar, stóran fundi. Það er líka... Þetta er bara allt tómvitleysa, hætti þessu. Þess að fyndið, menn ég sá Þetta er eitthvað að gerast núna, eitthvað tímamót. Ég sá brot úr Yes Minister, bresku þáttum sem að ég veit ekki frá hvaða árið þetta er allan fyrir lungu síðan sko. Ég man ekki hvernig þessi þættir hættu en þetta örugglega fyrir 2010 eða eitthvað og allan að þetta var bara gamalt myndefni og það sem að þeir gera svona grín skilur sem þú veist, það sem að ráðgjafi Sir Humphrey ráðherrans, er að útskýra fyrir honum hvað er mikið snild að byrja með þetta loftslagsbull því að þetta er allt bara bull en þeir getur grætt svo ofsalega vel á þessu og þetta var teiknað upp alveg þegar maður sér þetta í dag alveg bara, þetta var bara raunveruleg handbók að þessari pólitík sem að síðar kom. Það getur vel verið að sko þetta sé tala á þessum nótum. Hún sagði að loftslagsmálin eru leið til þess að ná stjórn á fólki og stýra hegðun þessu neyslu og á alþjóðlega sviðinu vegna þess að þetta er alþjóðlegt vandamál og séð freistinguna fyrir Sameinuðu þjóðirnar sem eru náttúrulega bara eitthvað svona alþjóðastofnun og þarf að gera sig gildandi og hún þarf eitthvað verðugt veðfangsefni og henni dugar ekki bara fátækt og eymd í heiminum heldur þarf hún líka þetta sameiginlega viðfangsefni sem er loftslagsmálin og stýra því. Þá eru þeim mjög mikilvægir, það er ekkert að gera þetta hvert land fyrir sig þannig að það er kannski aðalritari Sameinuðu þjóðanna að berja þessa bjöllu. Hvatinn er mikill fyrir alþjóðastofnanir að lása þetta upp. Mjög mikill hvati. Og þetta sá maður ekki skýrt svona þegar þessu rent úr hlaði og svona þegar fleiri fara að kyrja þetta einhvern veginn þá er bara ekkit svo auðvelt að eins og Margaret Thatcher hefur greinilega bara verið með fókusinn alveg hárréttan strax í upphafi. Já, hún var svolítið einstök í þessu. Síðan velti ég fyrir mér akkur fyrir Al Gore af stað með þetta á þessum tímapunkti. Hún veist að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis með þessari tröllasögu með að við gerum það ekki þá farist heimurinn. Og það er ekki þetta að segja að fólk hætti að nota bensín og gas vegna þess að við viljum ekki að gera það af því að miðausturlönd verða þá svo rík. Þau eru ekki lengur nýlendur okkar. Við erum búin algjörlega að missa stjórna þeim. Þau eru að vera moldrík. Nei. Og við ætlum núna að byrja ykkur að hætta að kaupa þeim af rússum olíu og gas. Við ætlum að reyna að keyra rafmagnsbíla. Það er miklu dýra, miklu erfiðara og þið munu gangi ekki erfiða tíma. Er ekki til í þetta? Allir sé bara, nei, ég vil bara olíu og gas. Og þarft að selja þetta með svona sjokk-trítment. Þannig að þess vegna þurfti kannski að hræða alla, búa til ykkur svakalega grílu og öllum þykir vænt börni sem nú komandi kynslóðir. Ef þú gerir þetta ekki þá ertu að skaða komandi kynslóðir. Í rauninni hins vegar er ekkit haldri í þessu, þú veist, eins og maður norðurskautið að Matti Al Gore það átt að vera íslaust árið 2012. Alveg rétt. Það er bara brást gjörsamlega og það er núna að bæta svo ís. Suðurskautið er sem sagt að íshellan er að aukast og í rauninni ekki dræsta því sem hann hefur sagt. Það hefur ekki aukist stormatíðni, hún hefur frekar dreigð saman. Gróðureldar eru minnaðir voru árið 1900.
ef þú bara ferði yfir allan listan yfir allar hamfarirnar sem átt að dynja um þá er rauninni bara ekki ræst. Í raun og veru ættu að vera að halda hérna stóra alþjóðlega ráðstefnu hversu vitlaus þessi spádómur Al Gores var en í staðinn þá fáum við bara enduróm af þessu úr meginströmsfjölmiðlum, það er að segja þeir setja svona fílíkan fókus á þá fellibili og hérna, skógarelda sem eru og láta eins og þetta sé í miklu margfeldisvexti og sé að vera miklu verra vandamál. Svo ef maður skoða línuritið við fellibili sem hafa gengið á landi í Bandaríkjunum þá bara er tiltölulega lítið núna og þú veist, það er tiltölulega engin leitni upp eða niður síðustu 100 ár. Síðan er annað í þessu náttúrulega fréttir og fjölmiðlar eru miklu ítalegri en voru og það fer ekkert fram hjá okkur lengur en neinum svona illviðrum sko. Og það er mjög eðlilegt að heimurinn er miklu minni og fréttir berast miklu hraðar. Já, þannig að fáum vita allu, þannig að þetta bara dýnir á okkur daglega sko. En hvað segir til dæmis að núna á dögunum er að ræða komu moskítóflugunar til landsins. Já, nýjasti nýbúinn. Og þá eru alltaf margir sem benda á að það sé augljósmerki þess að hlýnun jarðar sé að býta okkur svona harkalega í rassinn. Moskítóvænt loftslag komið til Íslands. Já. En sko það hefur alltaf verið moskítóvænt loftslag á Íslandi. Það er bara við höfum verið einangruð með stóru hafsvæði og það komast ekki langt þessar flugur. Getur kannski komið með fuglu með eitthvað svo leiðis en það er ekki verið svo heppnar, kemur kannski ein en hún getur ekki fjölgað sér. Hittir ekki aðra fluga því að hún kom með öðrum fugli einhvers annars staðar á landinu eitthvað svona. En síðan var byrjað að flytja þetta tölvöld mikið að timbri frá Kanada sem er bara alveg morandi í moskító frá norðlægan slóðum í Kanada og líka síðan 30-40.000 tonn af sæi, hvað var það marg tonn af sæi, þetta var alveg gríðalegt magna viðakurli. Já, sem var notað til þess að sem átt að sökkva í sæ til þess að draga úr hlýnunjarðar binda kolefni sko, en það var Íslendingar sem áttu þátt í þessari hugmynd og ásamt ykkur alþjóðlegum góðgerðamönnum og snillingum. Þetta er allt inntómi snillingar sem er alveg og þeir seldu þessar kolefnisbindingar einingar sem í þessu fólust það er þetta að selja slikar einingar vottaðar bindingar einingar til einhverja fyrirtækja sem vildu skreita sig með því að það verið með hreitna rafmagni en einhver aðrir, þó að verið nákvæmlega með sama rafmagni sko. Já, bara því það eru keypt þessi aflátsbréf okay. Þannig að þeir seldu tölvöld aflátsbréfum söktu þessu í sæ keyrðu út úr Hvalfjörðum með einhverju risastórum prömmum og söktu þessu bara í sæ ég er ekki viss að hafa tengst neitt þessum fugladauða sko, rakfulltar dauðum lundum og svartfugli ekkert vissum að þeir hafa verið að éta þetta sko í misgripum við vitum ekkert það en við vitum að með svona sæi geta borist alveg óheimji fjölda af lirfum frá skordýrum og ef það er möguleiki fyrir að þrífast í Íslandi þá náttúrulega er ekki núna nein vöntun á makavali og stútt allt inn með bara 1 milljón einstaklingar sem koma í staðin fyrir 1 og 1 sko. Þannig ég tel að þetta sé bara greinilega sama leið og lúsmíði kom með timbrinu Timbri sem kom í Hvalfjörðin. Já, af því að það er alltaf að nota timbur þar í járnblendi versmiðuna sem skapar svo mikið á störfum bara mjög gott en ráðherra skrifið upp á þennan innflutning og sæi bara alveg á einu augabræði gerði enga athugasemd engin athugasemd kom frá Hafrannsóknastofnun engin athugasemd frá umhverfis Hver var það þá raun og veru sem að keypti þetta sag til að sturta í sjóin? Er það stjórnvöld? Nei, það voru þessir snillingar sem áttu þess að peninga að byrja að kaupa eða fá styrki til að kaupa sæi, ég veit ekki hvernig voru að þessu og selja svo einhverjum það að hafa búið að binda þess að kolum sem er varanlega sökkva þeim í sæi, ég veit ekki hvernig sæi sekkur. Já, svo er sko aðgerðin að sökkva í sæi er bara til að losa sig við þetta, það er ekki markmið í sjálfu sér að hafa þetta á hafsbotni heldur, það er bara kaupin eru til þess að votta. Já, þetta er náttúrulega bara fóru hausinn síðan og allir reknir og allt svo leiðis en eina sem lifir eftir er þetta moskító mínum að því vonandi drefst þetta moskító bara hérna einhverju hrakviðrum það er líka erfitt fyrir moskító að þrífast svona í umhleypingu eins og eru hér það er ekki kjöraðstæður kannski en þegar við sjáum að það er fullt af moskító í Noregi, Grænlandi og það eru líka umhleypingar þá hef ég ágjörð því að þessi tegund sem er taldið hargerð þólir
mikið. Þannig að það hefur alltaf verið moskítoflugur sem lifa á svona norðlægum slóðum eins og Íslandi, á Grænlandi og Kanada. Ólíft í Alaska og getur bara... Þess vegna þetta bara spurningum viljan til að flytja þetta inn, það ekki loftslags... Og svo þegar þú búin að bleita upp í öllum mýrlendinu aftur, þá ennþá meira búsvæðin fyrir það, þú getur ekki komist löndni stranda hans að vera étin af moskító. Akkurat. Þú talar eins og sett svona svolítið bjartsýnn á að það sé veðrabreytingar algjörlega í þessum efnum. Já, það bara með þegar Bandaríkjunum búin að skipta stefnu, þá bara tímaspursmál hvenær hinn hagkerfin verða að gera sama. Þannig að forskot að verða svo gríðarlegt. Þú sér það flugfélögin þeirra þurfa ekkert að borga svona losunar tolla. Hann andmælir bara þessum tollum á losun skipa. Hann ætla bara að bora eftir olíu og gassi og gera allt fyrir sitt hagkerfi. Og hann búin að láta gera skýrslu, eða sem sagt orkumálaráðherra Bandaríkjanna fékk skýrslu nýlega sem var unnin að færum loftslagsvísindamönnum sem sýna að þetta ekkert vandamál, sko. Eða lítið vandamál. Það er svo erfitt að sjá fyrir sér, sko, því að það búið að kosta svo miklu til og áherslan hefur verið svo mikil á þetta á undanförnum áratugum núna. En þú sér að menn geta snúist eins og Bill Gates, hann var að snúast í gær. Hann var einn af aðal talsmönnum þess að draga úr losun. Núna segir hann nei, hann bara allt í einu snýrist. Það heimsfrétt í gær. Og ég sá ekki þessa fréttrindar en útskýra hann hvers vegna honum hefur snúist hugur. Nei, ég nú ekki búin að sjá það, sko. Ég sá bara hann lét þessu ummæli falla, að það væri kannski ekki svo slæmt, sko, koltvísýringunum væri matur fyrir gróður og heimurinn væri að grænka og hlýnunum væri ekki eins mikið vandamál hann hafði haldið og minninum bjóst við og það er rétt, líkunin hafði spáð miklu meiri hlýnun, en hún bara ekki þess mikil eins og spáð var. Og það merkilegt að sko, það skiptir máli hver segir svona, menn geta verið búin að segja þetta í mörg ár og þeir eru bara uppnefndir og útrópaðir. Bill Gates og segir þetta, hvað gerist þá? Þá verður fróðlegt að sjá hvort að hann verði... Ég held að gefi öðrun leyfi til að skipta skoðan. Já, þetta svona svipað eins og þegar að Kristrún Frostadóttir talaði allt í einu í viðtali öðruvísi útlendingamálin hérna á Íslandi og það breyttist rosa mikið af því að hún sagði það, sko. Og líka hafði breytingi gerst í Skandinavíu, sko. Kratarnir í Skandinavíu voru búin að taka afstöðu breytingu. En já, maður svona, þetta getur maður ekki séð svona inn í framtíðina nákvæmlega en það alveg fordæmi fyrir því að svona stefnur geti breyst mjög hratt og raun og veru bara eins og heimsveldi hafa risið og fallið og þá getur svona stefna orðið að vingu. Já, ég held að það sé framöndan. Nú bara spurning hvort að íslensku stjórnmálaflokkar alltaf verða svo kallu nátttröll þegar sólin rís og hvort það ætla að verða þá á steini eða hvort það ætla að vera snöggir að hugsa og fylgjast með þessum breytingum, þessum nýju upplýsingum. Þetta ekki svona, þetta gekk bara á langt, sko. Þessi líkon sem spáðu til dæmis hvað margir myndu deyja COVID þau reyndust öll röng. Bara að gera tölvuleikun, ég unni við að gera tölvuleikun þegar ég var svona nýútskrifaður úr og þú setur inn, þetta getur verið rosalega vanda og rosalega fínt en það sem þú setur inn það kemur út, sko. Og þau eru gagnlegir til að skilja hvernig hluti virka en til dæmis þau getur ekki spáð fyrir þróun loftslagsins, það bara búið að koma í ljós og það við kennt og ég fór að skoða þetta lögt, hvernig hefur gengið að spá, hver eru takmarkanir þessu loftslagslíkana, það eru óra margar, þannig að heimurinn svo flókin og loftslagi svo flókið að bara til dæmis 1% breyting á skýjahjölu heimsins hefur meiri áhrif heldur en 2-földan á koltvísýringi og hún þú getur ekki spáð fyrir þessi 1%. Og það kemur líka ljós að bara að síðustu 10 árum hefur það sólarljós sem kemst til dæmis niður til jarðar í Svíþjóð tölvört meira heldur en 10 ára en þar á undan og þeir veit ekki út úr hverju. Það getur verið eins og loftið sér hreinna, skýjahjöluna aðeins breyst og sú breyting duga til að útskýra alla hlínuna þar. Þannig að það þarf ekki þennan koltvísýring. Og var þetta svona líkvæðinu, ég meina það er skemmst að minnast þess að í upphafi COVID-faraldursins þá var mjög virt stofnun, var ekki Imperial College sem að laði fram líkön dánatíðni og svona. Það voru bara hróðaleg. Sem voru algjörlega kolvitlaus. Marg búið að sína það og sanna. Og þá voru margir sem bent á það strax í upphafi en á þá var ekki hlustað. Þú fer lengra aftur eins og dæmis aftur til hvað var 1970 eitthvað þegar vísindamenn unnu líkön
með tölvum fyrir The Club of Rome sem átt að spá fyrir hvernig olía myndi þróast og mannfjöldi og annað slíkt og það bara hróðalega niðurstöður sko. Olían átt að vera búin fyrir aldamót og það þarf ekki nema eitthvað smá að vera skakt í og það sem líkaninu og þá fyrir allt í klessu. Og það sem líkun get ekki séð fyrir sko uppfinningar mannsins. Það er að segja hvað okkur tekst að finna upp. Ég til dæmis ekki talsmaður þess að við brennum allir í olíu á jörðinni bara eins og skot og eitthvað sleitt. Ég held að við halda fram að þróa tækni, kjarnorku og annað, hreina orku. Ef við ekki vera kjánar og fórna öllu drita vindmjölum upp allt, þetta alveg svakalega léleg orkugjafi og það bara eitthvað nauðhyggja að fara að setja upp ykkur að vindorku verið þegar við hefum ennþá fullt af vassorku og það stutt í að kjarnorka verði mjög aðgengileg allstaðar í heiminum. Og í raun og veru miklu fýsilegra að reyna að finna olíu á Drekasvæðinu heldur en að fara í þessar vindmjölur. Miklu meira. En já, nema hvað, við kannski komast ekki mikið lengra með þetta í bili en þetta búið að vera fínasta yfirferð. Ég myndi segja, eins og ég sagði á hann sko, að það sé núna gríðarlega mikilvægt verk stjórnmálamanna að taka þessa nálgun upp á sína arma og presentera fyrir kjósendum sko hvernig, og því að ég segi, bara efnahagsmál, þetta er bara eitt stærsta efnahagsmál dauðans fyrir íslenska þjóð, að koma skikka á þessi mál. Já, ég held að það sé bara þannig að sko þjóðin getur bara sagt, við erum þegar búin að gera meira en allir aðrir. Við erum komið langt fram öðrum þjóðum í orkuskiptum. Það er bara gott. Við tókum allt sem hægt var að gera og var hagkvæmt og gott að gera. Það að fara núna að keppast í því að ná sömu prósentulækkunum og aðra þjóðir sem eiga ennþá eftir að hætta að kynda sín hús með gasi, það er bara sjálfskaði. Það er ekki hægt að ætlast til þess af okkur. Þannig að við eigum að beina kröftum okkar á öðrum mikilvægum verkefnum. Það geta verið bara byggja hér upp spítala, innviði, allt sem okkur vantar. En þetta er ekki eitt af því sem við getum gert. Það er bara dýrt. Við myndum setja að brota þessum peningum bara í menntakerfið að það geti forðað okkur frá miklum skaða sem bara verða þar. Já, og leyfi bara fólki halda eftir tekjum sínum og ekki vera að leggja kolumnisgjöld á orkunotkun. Ég meina þetta er bara allt í mjög góðu lagi á Íslandi og reyna frekar að vinna gegn raunverulegri mengun. Annað, við töluðum á hvað myndi kosta mikið að ná þessu net zero markmiði heimsins í peningum. En það mun kosta svo mikið af málmum og snefilmálmum og jarðefnum og mengunin af þessu jarðraski verður svo gríðaleg að það verða sko komandi kynsla verða brjálar út í okkur bara út af því sko. Ef við ætlum að grafa upp allan kopar og allt þetta dót. Það eru svona ómælt. Lithium og dót og mengunin í kringum eins og námuvinnslu er ævintýralega söpuleg. Þannig að við eigum að segja að brenna gasi er tiltölulega hreint. Plönturnar þakka okkur fyrir þetta og hámeti í sig, koltvísýringinn, og á nokkrum árum verða búin að geta þetta allt aftur úr andrúmsloftinu. Er þetta net zero og þessi loftslagsstefna alþjóðapólitíkurinnar, er þetta hugsanlega einn stærsta blekking sem við höfum hort framan í okkar líftíma? Eina af þeim stærri, myndi ég halda, eða svona þegar maður fer að skoða grunninn. Vísindin að baki þessu eru afskaplega ótraust. Það er ekkert sem bendir til þessu tvöfölding á koltvísýringi muni valda þeirri hlínun sem að spáð er í þessum líkonum. Þau eru öll skokk, hafa öll ofspáð hlínun. Þannig að það er sama hvað maður lítur niður. Hörmungunar hafa ekki raungerst, allt sem spáð var hefur ekki ræst. Það hefur ekki opnast ísa við norðan, suðurskautir að bæta á sig. Og ég hef bara meira ágjörð að það getur bara kólnað því að náttúran ræður hitafærinu í heiminum sko, en ekki það sem við gerum. Og ég held að það geti alveg eins fara að kólna aftur og þá er eins gott að við sem við trausta innviði og eigum höfum efnaði að bregðast við því. Við frekar að auka nota þann í staðan fyrir að gera eitthvað sem er með óvissan árangur eins og þetta, þá frekar að nota þessa fjármuni til þess að tryggja bara innviði samfélagsins. Það er svo margt sem er þar á bláþræði. Já, ekki veitir af. Nákvæmlega, Frosti Sigurjónsson, það er alltaf fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig og ég þakka þér kærlega fyrir komuna í þetta skiptið og við bara bíðum og sjáum hvort þetta sé ekki alltaf þróast einhvern hátt í rétt átt. Ég er alltaf bjasinn. Já. Ég held að.
Gott mál, takk fyrir komuna. Takk.